Velkomin til fundar, 35. fundur sveitarstjórnar í Rangárþingi Ytra settur. Áður en göngum til dagskrár gef ég Ágústi sveitarstjóra orðið til þess að fara yfir nokkur atriði úr rekstrinum. Gjörðu svo vel, Ágúst. Það sem hefur verið áberandi síðustu daga frágangur á ráðningamálum. Við höfum verið að ráða okkur nýja stjórnendur, nýjan skólastjóra á Laugalandi og nýjan leikskólastjóra í Heklukoti og síðan þá núna síðast heilsu íþrótt- og tómstundafulltrúa sem hafa verið að taka til starfa núna bara síðustu daga og það hefur verið mjög gaman að vera með þeim núna fyrstu dagana og finna þann áhuga sem fólk hefur á sínum nýju störfum og þetta fer ágætlega af stað. Og ég vil nota tækifæri og bjóða þau bara velkomin til starfa sérstaklega. Síðan þetta á þessum fundi margt af því sem á dagana hefur drifið. Það sem sé til afgreiðslu hér eða kynningar og eitt til dæmis atvinnu- og nýsköpunarstefnan sem það til kynningar hérna. Ég nefni aðalfund Háskólafélags Suðurlands sem fór fram núna fyrir nokkrum dögum. Það búið að vera að ganga frá tillögum frá sveitarfélaginu Suðurland, það að segja því verkefni og það líka á þessu fundi. Við vorum í íbúafund 1. júní í Íþróttahúsinu á Hellu og streymdum því á Facebook og það var mjög góður fundur þar sem við vorum að fara yfir þróun skólasvæðisins og fara yfir líka bara framkvæmdir sumarsins. Þannig að það var svona síðasti fundurinn í bili í þessari íbúafundarsirpu og maður finnur hvað er gott að þó að sé gaman á Zoom-fundum og þá kemur ekkert í staðinn fyrir það að hittast og svona, já, vera saman í þessu. En vissulega eykur þetta möguleikana á því að ná til fleiri og þeir sem eiga ekki heima gengt af einhverjum ástæðum að sitja yfir börnunum sínum eða annað komast ekki á staðinn að þá geta þeir allan að fylgst með og þeir sem að fylgdust með núna á netinu voru mjög virkir þannig að það var mjög jákvætt og gott. Það var ánægjulegt að fara og taka þátt í þingi Sambands sunnlenskra kvenna núna síðustu helgi í Þykkvabæ og það var mikil stemming líka og gaman að sjá hvað hlöðueldhúsið til dæmis í Þykkvabænum skartaði sinni þjónustu glæsilega og það er ýmislegt sem við eigum hérna sem gaman að sýna. Undirbúningur af fjárhagsáætlun 2022 hafinn, það að segja ekki formlega en við erum svona byrjuð að undirbúa og við erum búin að eiga aðeins fundi hérna bara innanbúðar á skrifstofunni það og skipuleggja. Það er ekki ráðnum með tímans í tekið. Varandi þessi framkvæmdaverkefni okkar að þá þar að segja Ölduhverfið, Hesthúsahverfið og Bjargshverfið að þá var bara hönnunin gengur bara samkvæmt áætlun. Þetta er bara að verða búið og í rauninni Ölduhverfið tilbúið þannig að það hægt að fara að taka næstu skref í því fljótlega. Og síðan langar mig til að nefna að það var opnuð matvöruverslun hérna í miðjunni í gær og samkaupsfólk kom hér og opnaði búð og það var frábært að vera með þeim. Það er sem sé komin ný vídd í samkeppnina í Rangárvallasýslu og við fögnum því. Þannig að gaman að bjóða samkaup velkomið hingað á svæðið og við ætlumst til mikils af þeim, bæði í lágu vöruverði og miklu úrvali og gæðum. Og það verður í það minnsta náið fylgst með því örugglega og eftirliti verður með því. En þetta fannst mér ánægjulegt og tímamót á vissan hátt. Takk. Takk fyrir það. Liður 1 á dagskrá hjá okkur í dag byggðaráð Rangárþings Ytra fundur 36. Þar vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti staðfest. Tekin út liður 1-2, fjárhagsáætlun 2021, viðauki 3. Niðurstaða byggðaráðs, lögð fram tillaga að viðauka 3 við fjárhagsáætlun Rangárþings Ytra árið 2021. Viðaukinn gerir ráð fyrir 2,84 milljónum króna nettokostnaði vegna atvinnuátaks en átakið að stærstum hluta fjármagnað í gegnum atvinnuátak Vinnumálastofnunar. Viðaukinn gerir einnig ráð fyrir auknum launakostnaði á skrifstofu 2,7 milljónir vegna launauppgjörs og 850.000 vegna vinnu við Hólsárós.
Þá gerir viðaukinn ráð fyrir auknum tekjum á útseldri vinnu vegna starfsmanns hjá byggingafulltrúa, 2 milljónir. Viðaukinn að fjárhæð 4,39 milljónir kemur til lækkunar á handbæru fé. Viðaukinn samþykktur samhljóða, lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun byggðarráðs, orðið laust. Engin kveðs hljós, þessi geta samþykkt geðmerki. Til hann samþykkt samhljóða. Liður 1.3, kauptilboð gaddstaðal og 6a, það er niðurstaða byggðarráðs, tillaga að taka kauptilboðin og fela sveitarstjóra að ganga frá sölunni, samþykkt samhljóða. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun byggðarráðs, orðið laust. Engin kveðs hljós, þessi geta samþykkt geðmerki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Og liður 1.7, forstöðumaður íþróttamiðstöðvar. Lögðu fram tillaga starfshóps sveitarstjórnar vegna ráðningar heilsu, íþrótta og tómstundafulltrúa. Starfið var auglýst í Morgunblaðinu, Dagskráni og Búkollu og á heimasíðu Rangárþings Ytra með umsóknarfrest til 16. apríl 2021. Umsækjendur voru 13 talsins, umsóknir voru flokkaðar með tilliti til þess hversu vel umsækjendur uppfylltu menntunar og hæfniskröfur og ljóst að mjög góðar umsóknir lágu fyrir. Í auglýsingu starfið var tekið fram að leitað væri eftir öflugum einstaklingi til að bera ábyrgð á íþrótta- og tómstundamálum sveitarfélagsins og hafa forystu heilsueflandi verkefni á vegum þess. Enn fremur að vera yfirmaður íþrótta- og félagsmiðstöðva í Rangárþingi Ytra og vinna að stefnumörkun, þekkingaröflun, þekkingarmiðlun og þróunarstarfi í íþrótta- og tómstundamálum á vegum sveitarfélagsins. Gerðar voru þær menntunar og hæfniskröfur að umsækjandi hefði háskólamenntun sem nýttist í starfi og byggjað farsælli reynslu af íþrótta- og tómstundastarfi. Önnur atriði sem lögð var til grundvallar voru meðal annars góðir forystu, skipulags- og samskiptahæfileikar og ákveðið var af sveitarstjórn Rangárþings Ytra að fela Björk Grétarsdóttur oddvita, Ágústi Sigurðssyni sveitarstjóra og Margréti Hörpu Guðsteinsdóttur sveitarstjórnarfulltrúa að taka viðtöl við umsækjendur. Umsækjendur mættu í viðtöl á bilinu 5. til 17. maí 2021 og hvert viðtal tók allt að 1 klukkustund. Viðtölin fóru fram á Hellu en einnig í gegnum Zoom fjarfundabúnað. Það var samdóma álit þeirra sem viðtölin tóku að hæfastur til að gegna starfinu var Ragnar Ævar Jóhannsson. Haft var samband við samstarfsaðila úr fyrri störfum og fékk hann góða umsögn þar til að gegna starfinu. Ragnar Ævar Jóhannsson er 46 ára og er starfandi deildarstjóri við leikskólann Heklukot og býr með fjölskyldu sinni á Hellu. Ragnar Ævar er menntaður tómstunda- og uppeldisfræðingur frá háskólanum í Linköping í Svíþjóð en hefur einnig lagt stund á tölvunarfræði við háskólann í Reykjavík. Hann hefur veitt forstöðu tómstundaheimili í Svíþjóð og félagsmiðstöðinni Igló í Kópavogi ásamt því að hafa umsjón með unglingastarfi í félagsmiðstöðinni Árseli í Reykjavík og gegna stöðu íþróttastjóra skautafélags Reykjavíkur. Þá hefur hann sinnt starfi deildarstjóra í leikskólanum Núpi, Hlíðarborg og Heklukoti. Ragnar Ævar hefur einnig starfað í málun, unnið sem verktaki við pípulagnir, auk þess að vera háseti til sjós. Hann hefur mikla reynslu og þekkingu á tómstundastarfi og íþróttahreyfingunni, hefur setið í stjórnum íþróttafélaga, þjálfað börn og unglinga og verið virkur í foreldrastarfi íþróttafélaga. Í samráði við fullskipaða sveitarstjórn er tillaga vinnuhópsins samþykkt samhljóða. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun byggðarráðs, orðið laust. Engin kveðs hljós, þessi geta samþykkt geðmerki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 2, Oddi BS, fundur 40, það er fundargerðin lögð fram til kynningar. Og liður 3, Margrét Harpa gjör svo vel. Já, takk fyrir. Bara eitt sem að maður hefur svolítið áhyggjur af í Odda, það er einmitt framúrkeyrsla þar. Það virðist vera framúrkeyrsla á fjárhagsáætlun og maður velti fyrir sér einmitt hvort að það hafi bara verið vanáætlað. Það var vel haldið á spjóðunum þegar var að gera fjárhagsáætlun í Odda og þetta er að fara svolítið vel fram úr á mörgum stöðum. Þannig að bara svona, mér finnst þetta umhugsunarvert og hugsa mikið þetta, hvort við höfum haft of knappar forsendur, hvort að við þurfum einhvern veginn að læra allavega að því en þetta er áhyggjuefni, hvað Oddi er að fara fram úr. Takk. Takk fyrir það. Ekki Ágúst. Já, þetta líka að það eru vissulega þarna merki það, við þurfum að vera á varðbergi en þess vegna var það einmitt rætt á þessum fundi að við í rauninni ákveðið að fara á stað með það að undirbúa fjárhagsáætlun næsta árs með mjög löngum fyrirvara og byrja nú þegar á því og beita aðeins annarri aðferð, það að segja fara í svokallaða
fjárhagsáætlun, þar sem við farið alveg ofan í grunninn. Það svo sem gert auðvitað í sömu tilfellum okkur einasta ári en að gera það sem sé algjörlega í þessu tilfelli og þá líka hægt að kafa ofan í áætlun yfirstandandi árs til að fara yfir hlutina og þetta snýr nú mest að mönnun. Þetta auðvitað launakostnaðurinn sem er stærsti hlutin af þessu. Þannig að það fyrst og síðast hann sem þarf auðvitað að svona leggjast vel yfir. Við vitum það að í sumum tilfellum er mikil mönnun hjá okkur miðað við til dæmis meðaltöl á landsvísu, meðaltöl skóla á svipuðum stað og við. Þetta á sérstaklega við til dæmis leikskólann Heglukot. Þannig að þetta auðvitað eitthvað sem við höfum vitað lengi og þurfum að fara ofan í vel og vandlega. Með nýjum stjórnanda þar meðal annars. Það bara þannig. Takk. Marta. Já, við vitum svo sem einmitt forsendurnar og þess áttar ástæðurnar, en það líka eitt sem hann velti líka fyrir sér varðandi styttingu vinnuvikunar. Þetta hlýtur náttúrulega einhver vinna að vera í gangi og vonandi einhver vinna í gangi að greina það hvaða áhrif þetta hefur á sveitarfélögin. Því að ég veit líka að hluti af þessu aukna kostnaði er tilkomin út af styttingu vinnuviku og eins og kjarasamningar lögðu upp með að það átti þetta ekki að kosta vinnuveitandann neitt. En þarna þetta klárlega, þetta að kosta sveitarfélögin töluvert því við getum ekkert lokað leikskólanum, það þarf að auka mannskap. Sérstaklega leikskólanum en mér skilst að þetta sé skárra í grunnskólanum, það sé hægt að koma svo við þar, en þetta svona, já, það hlýtur að vera einhvern veginn verið að skoða þetta hjá sambandinu. Ég vona það, því þetta ekkert rétta forsendur. Takk. Takk fyrir það. Steindór, gjörðu svo vel. Bara stutt með nýja nústjórna, þetta fyrir nýja stjórnandi svolítið krefjandi að koma inn í einhverja mikla yfirkeyrslu á þess að reyna að koma sér á núllið, þannig að vonandi það bara góð stuðningi að greina þetta og skoða, ég líka bara mikilvægt að skoða hvort það sé einhverju leyti áætlað því að ég þekki til það var bara færra þegar það tekið stytting á bara vantaði. Þannig að það eitthvað þjónusta sem skerðist þá bara við börnin, ekki opnun eða slíkt. Þannig að það svolítið mikil ég mitt ástæð til að skoða bara hvort það sé í gangi. Haraldur. Það tekur undir með Steindóri að auðvitað takk fyrir nýja stjórnendur að byrja á þessu áætlunardæmi núna en jafnframt þetta hlýtur að styrkja þá líka bara til framtíðar að fara vel í gegnum hvernig kostnaðurinn verður til í þessum stofnunum og ég held að það sé bara mjög gott. Takk fyrir. Ágúst. Já, þetta bara að taka það fram að stjórnendurnir fá auðvitað allan það stuðning sem við getum veitt þeim og þetta auðvitað bara teymisvinna. Þannig að þeir eru ekkert einir í þessu, alls ekki. Heldur erum við bara saman í þessu, fara í gegnum þetta. Og þetta verður mjög verðmætt líka fyrir þá sem að byrja, kannski ekki síst fyrir þá. Því að þeir komast vel inn í fjármálin þá mjög snemma. Því að, þegar við förum í gegnum hvern einasta lið núna á þessum árstíma þá þetta nú svona aðeins komið inn í kerfið í haust þegar við förum að svona taka þetta til afgreiðslu. Þannig að við erum byrjuð á þessu, hún eiga 2 fundi. Takk. Ingvi, gjörðu svo vel. Já, það náttúrulega í þessu að þetta náttúrulega mönnunarkostnaður og það líka, ef það mikið veikindi á þess að ég þekki það þekki það eigin raun, að þá náttúrulega kemur yfirvinna og yfirvinna dýr og það getur haft mjög skekkjandi áhrif á heildarkostnaðinn ef að mikil yfirvinna vegna veikinda. Þannig að við þurfum líka kannski og með nýjum stjórnendum að hugsa það kannski að álagsveikindi verði sem minnst. Hvort að eitthvað hægt að búa til að þannig að það verði ekki mjög mikil álagsveikindi. Því að þetta náttúrulega
það orðinn hlutur í dag sem maður sér allt of mikið af skráð að kulnun í starfi og etc. Það sem hægt að koma því við, sumir náttúrulega geta ekki beitt því, eða nota það ekki, geta ekki nota þetta, en við þurfum náttúrulega að gæta okkar líka á því að álagið sé ekki þannig að fólk sé meira og minna veikt, eða sé veikt dag eftir kannski heilu dagana. Ef að hægt að finna lausn til þess að komast hjá því. Þeir hafa ekki kvatt sér hljóðs. Við förum í lið 3, Oddi BS fundur 41, þar er vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti til kynningar. Og tekin út liður 3.2, skóladagatöl 2021 til 2022. Það er niðurstaða Odda BS lögð fram til staðfestingar skóladagatöl allra skólana. Gerð hefur verið tilraun til að samræma starfsdagi eins og mögulegt er. Tillaga á vorfundur Odda BS staðfesti skóladagatölum fyrir skólaárið 2021 til 2022 og var það samþykkt samhljóða og lagt til að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti bókun Odda BS. Orðið er laust. Ekki hversu hljóðs þeir sem geta samþykkt G-merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 4, tónlistarskóli Rangæinga BS fundur 23. Þar er tekin út liður fundargerð með fylgiskjölum, tekin út liður 4.1, ársreikningur 2020. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti ársreikning tónlistarskóla Rangæinga BS fyrir árið 2020. Orðið er laust. Ekki hversu hljóðs þeir sem geta samþykkt G-merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Liður 4.4 skóladagatal 2021 til 2022. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti skóladagatal tónlistarskóla Rangæinga BS fyrir skólaárið 2021 til 2022. Orðið er laust. Ekki hversu hljóðs þeir sem geta samþykkt G-merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Margrét Harpa? Já, takk fyrir þetta. Ég velti fyrir mér að veku furðu að Hvolsskóli eða Rangárþing eystra sé að segja upp forskólanum. Hefur þetta einhver áhrif á rekstur tónlistarskólans eða hvernig svona er eitthvað farið að greina það? Ágúst Gjörsvall. Já, þetta er ekki skipt þá úr því það getur gert það. Þannig að það er búið að setja stað vinnu að greina það. Hinir skólarnir hafa vilja halda þess áfram. Hvolsskóli hefur sagt upp þessum samningum forskóla og ber við sem sé sparnaðarkröfum. En skólastjórinn hefur verið settur í það mál að sem sé greina þetta og hvað kemur þá í staðinn og hvernig kemur þetta út fjárhagslega fyrir tónlistarskóla. Þannig að það sé hægt að bregðast á við því með góðum fyrirvara. Því að við erum að starfa eftir fjárhagsáætlun sem við ætlum að láta standast. Takk. Takk fyrir það. Liður 5, heilsuíþrótta og tómstundanefnd fundur 15. Þar er vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti staðfest. Þar er tekin út liður 5.1, framtíðarsýn í aðstöðumálum til íþróttaiðkunar og samvinnu íþrótta- og æskulýðsfélaga. Niðurstaða heilsuíþrótta og tómstundanefndar. Skýrsla framtíðarsýn í íþróttamálum var unnin árið 2018. Þar sem sett voru fram skammtímamarkmið til 3 ára og langtímamarkmið til 10 ára. Nú er orðið tímabært að hefja vinnu við frekari framtíðarsýn, setja ný markmið og móta stefnu til framtíðar í aðstöðumálum til íþróttaiðkunar. Lagt er til að vinnuhópur verði skipaður til að endurskoða framtíðarsýn í íþróttamálum og aðstöðumálum til íþróttaiðkunar. Í hópnum verði fulltrúar íþróttafélagi Rangárþing ytra, heilsuíþrótta- og tómstundafulltrúi og heilsuíþrótta- og tómstundanefnd. Lagt er til að heilsuíþrótta- og tómstundanefnd stýri málinu ásamt heilsuíþrótta- og tómstundafulltrúa og óska verði eftir því að fulltrúar íþróttafélagana komi að vinnunni með nefndinni eins og kostur er. Orðið er laust. Margrét Harpa. Já, takk fyrir þetta. Eitt sem ég velti fyrir mér hvort að hvað þessi vinna í að taka langan tíma, ef einhvern veginn að setja tímaramma og óska eftir að þetta taki, sé unnið fram á haustið eða hvaða tímarammi er svona hugsaður í þessu. Það er svona eitt sem ég velti fyrir mér, takk. Takk fyrir það. Ég ætla aðeins að segja því að við ræddum þetta tölvört í nefndinni og við reiknum með að geta skila á okkur í haust í október. Þannig að það væri alveg hægt að setja það inn í bókun. Það er svona það sem var rætt.
Steindór gjörðu svo vel. Og ég ætlaði með að segja það var alltaf þessi fyrir þetta styttri skammtímamarkmið var kannski hægt að koma með ykkur í Bjarnasáætluninni og að öðru leyti bara óska maður þessum hópi velfarnaðar og getur mikla vonir við að bæði nýju starfsmaðurinn og svona þetta verði ramma betur inn og bara fagna þessu mjög. Takk fyrir það. Takk. Hann myndi bæta við að skila skýrslunni í október. Getur bætt við í bókunina. Fleiri hafa ekki gott við hljóðs. Þeir sem geta samþykkt tillöguna gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Liður 6, samgöngu- og fjarskiptanefnd, fundur 8. Þar er fundargerðin lögð fram til kynningar. Liður 7, skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra, fundur 40. Þar er vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti staðfest. Ég lesi að þið verði látið vita að þið hafið athugasemdir, annars er litið svo á að afgreiðslan sé samþykkt samhljóða. Liður 7.2, Selalækur 2, landskipti, Lundarskarð, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áform landskipti né fyrirhugað heiti á lóð. Lagt er til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 7.3, Bjálmholt, staðfesting útmarka og samruni, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áform landskipti. Lagt er til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 7.4, Heiði, landnúmer 164503, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áform landskipti. Lagt er til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 7.5, Stóruvellir, landskipti, Hólalundur, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áform landskipti né fyrirhugað heiti á lóð. Lagt er til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 7.6, Stóruvellir, landskipti, vestan Minnivallalækjar, Einarsvellir, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áform landskipti né fyrirhugað heiti á lóð. Lagt er til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 7.7, Stóruvellir, landskipti, Tjarnalundur, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áform landskipti né fyrirhugað heiti á lóð. Lagt er til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 7.8, Hallstún, landnúmer 190888, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og leggur til að fallið verði frá kynningu lýsingar þar sem skipulagsáætlun samræmist stefnu aðalskipulagsins. Skipulagsnefnd samþykkir jafnframt framlagða tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Lagt er til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 7.9, Hvammsvirkjun, deiliskipulag, niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra hefur farið yfir allar framkomnar athugasemdir og umsagnir sem borist hafa við auglýsingu tillögunnar. Nefndin telur að öllum efnislegum erindum sé svarað að fullu og sé í samræmi við meðfylgjandi samantekt athugasemda og umsagna ásamt greinargerð frá Eflu verkfræðistofu dagsett 10.12.2020 með breytingum 31.5.2021. Nefndin telur að tillagan hafi verið uppfærð að teknu tilliti til framkominna athugasemda. Skipulags- og umferðarnefnd leggur því til að tillagan verði samþykkt og að hún verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Lagt er til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það Yngvi? Og varðandi þetta finnst mér bara kannski ástæða til að árétta að Landsvirkjun gæti að lífríki árinnar sem til staðar. Bara sko, mér finnst að þær þurfi að fara með ýtrustu varúð gagnvart lífríkinu sem í ánni. Leita allra leiða til þess að það raskist ekki. Þess að lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það er samþykkt samhljóða.
Liður 7.10. Hella atvinnusvæði sunnan Suðurlandsvegar. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd líst vel á framkomnar hugmyndir og telur að vel sé gerð grein fyrir afmörkun og legu lóða og gatnakerfis á svæðinu. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Lagt er til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 7.11. Geitamelur og fleira deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Erindum frestað þar til samkomulag liggur fyrir við eiganda lands. Lagt er til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 7.12. Ágústvíkur á fundi. Það er Eystri Kirkjubær deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulags- og umferðarnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Lagt er til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Ágúst tekur aftur sæti á fundi. Liður 7.13. Öldur 3 deiliskipulag. Lóð bætt við Skyggnisöldu. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Lagt er til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 7.14. Jarðstaðir deiliskipulag frístundasvæðis. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd telur að tillagan hafi verið uppfærð með tilliti til framkominna athugasemda. Skipulagsnefnd samþykkir því tillöguna og leggur til að hún verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Lagt er til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 7.15. Árbæjarhellir 2 og Ægisíða Heiðarbrún. Breytinga landnotkun. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við fyrirliggjandi lýsingu og leggur til að hún verði send til umsagnar og kynnt samkvæmt 1. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Öllum þinglistum eigendum viðkomandi lóða verði jafnframt send lýsingin til umsagnar. Lagt er til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Þá er komið að lið 8. Atvinnu- og menningarmálanefnd fundur 17. Þar er vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin öðluti staðfest og við fáum gestin á fund til okkar til að kynna fyrir okkur atvinnu- og nýsköpunarstefnu. Það er liður 8. Atvinnu- og menningarmálanefnd fundur 17. Þar er vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin öðluti staðfest. Við gerum hlýja upptöka meðan við fengum gestin á fund hjá okkur til þess að kynna atvinnu- og nýsköpunarstefnuna. Liður 8.1 er atvinnu- og nýsköpunarstefna. Niðurstaða atvinnu- og menningarmálanefndar. Nefndin fór yfir stefnuna og lagði til smávægilegar breytingar sem markas- og kynningarfulltrúa var falið að leiðrétta og nefndin samþykkir stefnuna fyrir sitt leyti. Tillaga bókun fyrir sveitarstjórn Þórður Freyr Sigurðsson og Eiríkur Sigurðarsson komu til fundar og kynntu lokatillögu að nýrri atvinnu- og nýsköpunarstefnu fyrir Rangárþing ytra. Sveitarstjórn þakkir fyrir þá góðu vinnu sem liggur að baki stefnunni og þetta er lögð fram til kynningar og afgreiðslu frestað til næsta reglulega fundar sveitarstjórnar. Stefnan verði jafnframt sett á heimasíðu sveitarfélagsins til kynningar. Orðið laust. Ingvi? Sko, mér finnst þetta svolítið skemmtileg kynning og ég líst svolítið ágætlega á að við tökum endalega afgreiðslu á næsta fundi, en spurningin er sú hvort við eigum ekki að vinna málin áfram miðað við sem sagt hvernig þetta er, en opnum þetta þannig að fólk í sveitarfélaginu geti skoðað og kommenta. Þá er það ekki, ef það koma komment á þetta, þá er þetta að skoða fyrir að vinna út frá því, en að hann sé í gangi að malla á meðan í þessum verkefnum sem að talin voru fram. Já. Það er þetta, núna setjum við þessa stefnu á heimasíðuna, þannig að það getur hver sem er komið með sínar ábendingar eða hugmyndir inn í þetta fyrir afgreiðslu sveitarstjórnar. Takk fyrir það. Margrét Harpa? Já, það er okkur bara spurning um orðalag, hvort að stefnu drög verði jafnframt sett. Þetta eru drög að stefnu og meðan við erum ekki búin að samþykkja þá er þetta náttúrulega ekki orðin stefna.
Þannig að þessi stefnudrög og hvort að maður er bara að hvetja íbúa til að koma með ábendingar ef einhverjar eru. Já, Stefna verði jafnframt sett á heimasíðu sveitarfélagsins til kynningar, þannig er eins og við séum búin að samþykkja þessa stefnu. En hún er vissulega góð og ég efast að komi margir punktar. En það er alltaf gott að hafa stjórnsýsluna svolítið opna og bara gefa alltaf færi á að koma með ábendingar. það er bara eitthvað að breyta orðalæginu fyrir mitt leyti. Með þessu er auðvitað að gefa íbúum kost á því að gera eða koma athugasemdir eða punkta. Breytum við á þann veg, stefnudrög verði sent inn á heimasíðuna. Ágúst. Við dettum í hugana sem það kemur fram að þetta er bara tillaga, en hún er ekki afgreidd, þannig í rauninni þetta er ekki drög lengur, þetta er tillaga, en það er auðvitað hægt að breyta henni áfram. Þannig að mér finnst nú eðlilega að þetta sé bara tillaga sem var kynnt hérna og síðan er hún áfram til bara skoðunar. Þannig að mér finnst það er búið að vinna það mikið í þessu að mér finnst þetta að vera tillaga en ekki drög. Þetta er tillaga. Þetta er tillaga. Já, tillaga. Þannig að bara nota orðið tillaga í staðinn. Stefnu tillagan verði jafnframt. Hvernig líst ykkur á það? Og athugasemda. Já, nefndin er þetta búin að klára þetta sitt leyti til okkar. Þannig að þetta er raunin bara til þess að gefa íbúum kost að koma með sína hugmyndir. Yngvi? Já, það er kannski rétt að bæta við eins og við höfum að tala um og eru íbúar hvattir til að jafnframt hvattir til að kynna sér tillöguna og koma með ábendingar. Ef þeir eru með eitthvað til staðar. Smíðum breytum aðeins orðalæginu á þá lund. Fleiri hafa ekki gott til ljóðs. Þeir sem geta samþykkt það til lög gefa merki. Til hann samþykkt samhljóða. Þurfum 9 þróun skólasvæðis á Hellu. Þar liggur fyrir samningur fullnaðarhönnun fyrsta áfanga. Fyrir liggur samningur fullnaðarhönnun fyrsta áfanga skólabygginga á Hellu og lagt til að sveitarstjórn staðfesti samninginn. Orðalaust. Engin hversu hljóðs, þessi getur samþykkt gefa merki. Til hann samþykkt samhljóða. Liður 10, fiskiræktin í efri hluta Eystri Rangár, Lýður Skúlason, Guðmundur Ingi Hjartarson og Finnur Björn Harðarsson óska eftir viðræðum við sveitarfélagið langtímaleigu eða eftir atvikum kaup á landi sem liggur að efri hluta Eystri Rangár vegna áforma uppbyggingu tengslum við laxveiði. Það er lagt fram tilboð kaup eða leigu á jörðunum Fossi og Árbæ á ákveðnum forsendum. Lagt til að hafna tilboðinu en fela jafnframt sveitarstjóra að ræða við bjóðendur og kanna hvort aðrar leiðir séu færar. Orðið laust. Engin hversu hljóðs, þeir sem geta samþykkt gefa merki. Til hann samþykkt samhljóða. Liður 11 fjallskil 2020, það er niðurstaða vinnuhóps fjallskilamál. Fyrir liggur niðurstaða vinnuhóps fjallskilamál í Rangárþingi ytra. Lagt til að hugmyndir vinnuhópsins endurskoðun á fjallskilakostnaði verði kynntar fyrir fjallskilanefnd áður en til afgreiðslu kemur. Orðið laust. Margrét Harpa. Já, takk fyrir það. Bara gott að það sé búið að endurskoða og sé verið að skoða þetta. Ég hjó eftir í tillögunni að það hafi verið rætt fyrirkomulag leitarstarfa og kostnað við fjársmálanir og það hafi verið skoðað hvar mætti mögulega breyta aðferðum til að gera smalamennsku skilvirkari og samræmdari milli afrita. Það er síðan ekkert nefnt í þessu hvort að það hafi borið einhvern árangur því við höfum líka talað einmitt að reyna að samræma leitir að einhverju leiti. Ætli að hafa eitthvað, veit eitthvað það, hvort að það hafi verið gert úr stefnum. Takk. Takk fyrir það. Þið þetta sveitarstjóri kom inn í þetta að starfa í þessum hóp. Já, takk fyrir.
Það var rætt til mikið, já, með svona hvaða leiði væri færa til að breyta smalamennskum og jafnvel gera bara einhverja mikla breytingar á þessu. En sko, niðurstaðan úr því öllu saman var í rauninni sú að setja frekar bara skýran ramma kostnað og síðan verða mann bara að leysa það innan þess ramma. Og þannig að það var svona heildar niðurstaðan úr því. Þannig að hún, sko, í staðinn fyrir að fara í miklar útfærslur á því svona samræmdar og þá sveitarstjórn væri að hlutast til það, að þá væri bara settur í staðinn mjög skýr, einfaldur rammi kostnað. Þetta er það sem við getum látið þetta kosta og síðan verða menn að vinna innan þessa ramma. Og þá munu menn örugglega finna leiðir til þess að gera þetta með einfaldari hætti heldur en í dag. En það allavega þessi vinna leiddi ekki til einhverjar sérstakrar útfærslu í því. En hún mun örugglega verða leituð uppi í framhaldinu ef að þetta verður síðan samþykkt. En það er auðvitað mikilvægt að kynna þetta núna fyrir fjallskilanefndunum og fá þeirra svona athugasemdir við þetta áður heldur en þetta er afgreitt. En þetta má líta á þetta sem þá tillögu að hérna sé gerði í rauninni fjárhagsáætlun fyrirfram. Þannig að hérna væri sem sé verið að gera fjárhagsáætlun fyrir smalamennskurnar í haust í rauninni. Sem að menn myndu þá bara fylgja stíft eftir. Það var allir saman þessa túlkun í vinnuhópnum. Takk. Takk fyrir það. Og fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs. Þeir sem geta samþykkt tillöguna gefið merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Það liður 12 svæðisskipulag fyrir Suðurhálendið til afgreiðslu. Sveitarstjórn Rangárþings ytra hefur farið yfir lýsingu skipulagsáforma fyrir svæðisskipulag Suðurhálendis 2020 til 2032 sem samþykkt var á fundi svæðisskipulagsnefndar þann 25. maí síðastliðinn. Sveitarstjórn Rangárþings ytra samþykki lýsingunum til kynningar í samræmi við 1. málsgrein 23. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og grein 324 í skipulagsreglugerð nr. 90/2013. Orðið laust. Engin kvöðs hljóðs, þessi getur samþykkt gefið merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Lið 13 skipan byggðarráðs. Skipan sveitarstjórnarfulltrúa í byggðarráð. Það er tillaga að skipan byggðarráðs verði óbreytt út kjörtímabilið. Orðið laust. Engin kvöðs hljóðs, þessi getur samþykkt gefið merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Lið 14 fundaáætlun sveitarstjórnar og byggðarráðs 2021. Fundaáætlun og sumarleyfi sveitarstjórnar. Það er lögð fram tillaga að sumarleyfi sveitarstjórnar árið 2021 verði frá 10. júní til 12. ágúst. Byggðarráði verði veitt umboð til fullnaðarafgreiðslu mála í sumarleyfi sveitarstjórnar. Jafnframt er lögð fram tillaga að áætlaður byggðarráðsfundur þann 22. júlí falli niður og byggðarráði falið að meta hvort boða þurfi til auka fundar á tímabilinu fram til næsta reglubundna fundar ráðsins þann 27. ágúst næstkomandi. Orðið laust. Engin kvöðs hljóðs, þeir sem getur samþykkt gefið merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Lið 15 umsóknum lóð á atvinnusvæði sunnan Suðurlandsvegar. Ólafur Einarsson fyrir hönd Þjótanda EHF óskar eftir iðnaðarlóð á nýju atvinnusvæði sunnan Suðurlandsvegar til að reisa 1500 fermetra atvinnuhúsnæði fyrir starfsemi sína. Það er lagt til að úthluta Þjótanda EHF lóð fyrir starfsemi sína syðst á hinu nýja atvinnusvæði merkt I-26 á meðfylgjandi teikningu í samræmi við 9. grein úthlutunarreglna sveitarfélagsins og með fyrirvara samþykkt deiliskipulag sem nú er í vinnslu. Orðið laust. Engin kvöðs hljóðs, þeir sem geta samþykkt gefið merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Liður 16 erindi vegna akstursíþrótta. Það er opinberað frá Dögg Þrastardóttur að koma upp svæði til akstursíþrótta fyrir vélhjól í sveitarfélaginu. Sveitarstjórn þakkar erindið til upplýsingar, þá er vinna við undirbúning aðstöðu fyrir vélhjólaíþróttir langt komin og er í eðlilegu og nauðsynlegu skipulagsferli sem ætti að ljúka nú síðsumars. Ekki neitt seinagangur á málinu en skipulagsferli tekur einfaldlega sinn tíma. Stofnuð hefur verið vélhjóladeild innan ungmennafélagsins Heklu og er góð samvinna milli hinna nýju deildar við sveitarfélagið undirbúning á hinu nýju svæði. Málið er því í góðum farvegi og leiðir vonandi til mikilla framfara þegar upp verður staðið. Orðið laust þetta. Þetta er lagt hér fram. Liður 17. Samstarfsnefnd könnun og sameiningu sveitarfélaga í Rangárvalla og Vestur-Skaftafellssýslu.
Það er skilabréf og álit samstarfsnefndar sameiningu Ásahrepps, Mýrdalshrepps, Rangárþings eystra, Rangárþings ytra og Skaftahrepps. Sveitarstjórn Rangárþings ytra vísar málinu til síðari umræðu samanber 2. málsgrein 119. greinar sveitarstjórnarlaga númer 138/2011. Orðið er laust. Engin kveður sér hljóðs. Þá er þessu vísað til síðari umræðu. Liður 18, tillaga álista frístundastyrki. Ekki bara bera upp, má bjóða þér að fá orðið, fylgja eftir. Já, bara fulltrúar álista í sveitarstjórn Rangárþings ytra leggja til að komið verði á fót frístundastyrkjum barna og ungmenna frá og með næstu áramótum. Og undir þetta ritum við Margrét Harpa, Steindór og Yngvi Harðarsson. Og það er tillaga að vísa þessu til vinnslu fjárhagsáætlunar næsta árs og fresta afgreiðslu. Orðið er laust. Engin kveður sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt tillagangemerki. Tillagan samþykkt samhliða. Og lið 19, tillaga álista leiktæki. Gjörðu svo vel. Já, fulltrúar álista í sveitarstjórn Rangárþings ytra leggja til að könnuð verði þörf leikskólana til kaupa útileiktækjum við leikskóla sveitarfélagsins á Laugalandi og Hellu með það í huga að töluverðu fjármagni verði varið í kaup á nýjum leiktækjum á komandi fjárhagsári. Og við erum með smá greinargerð þarna leikskólalóðir á Hellu eru vanbúnar útileiktækjum og hefur afar litlu fjármagni verið varið í kaup og endurnýjun á leiktækjum þar síðastliðin ár þrátt fyrir opnun nýrra deilda í nýju húsnæði. Eins hefur leikskólabörnum á Laugalandi fjölgað töluvert á síðustu árum án þess að fjárfest hafi verið í leiktækjum og útileiksvæði og því komin tími til að bæta úti aðstöðu þar. Og undir þetta ritum við Margrét Harpa, Steindór og Yngvi og kannski þannig ég fylgi svo líka aðeins úr hlaði að maður náttúrulega sér það bara eins og til dæmis Fannbergshúsi sem það var fjárfest í, keypt, að það er ekkert þar og ég held í rauninni að eina útileiktæki sem hafa verið keypt hérna á Hellu sem sveitarfélagið hefur keypt síðustu, ég veit nú ekki hvað, 10 ára eða eitthvað, það sé ein rennibraut. Og Laugalandi var afgirtur garður en það hefur ekkert verið hugað að því. Og mín upplifun af fjárhagsáætlunarvinnu þar er svo að þarna er alltaf sparað. Og þó svo við séum að fara í byggingu nýs leik- og grunnskóla, þá held ég að ef það er keypt einhver leiktæki þarna inn, það lítur að vera hægt að færa þau. Þannig að það er svona botninn í þessu. Takk. Takk fyrir það. Og það er lagt til að þessar tillögur sé vísa til stjórnar Odda BS til úrvinnslu. Orðið er laust. Engin Yngvi? Já, ég held að það er náttúrulega, þetta er bara hluti af, við vorum að ræða stefnu í uppbyggingu á sveitarfélaginu. Það er náttúrulega hluti af því sem allir sem að skoða það að flytja hingað munu skoða að það er þjónusta við börnin og við verðum bara að býta í það súra, við verðum að hafa leiksvæði barnanna og umgjörðina, skólaumgjörðina og annað í lagi. Það er bara hluti af þeim kostnaði sem þarf að leggja. Takk fyrir það. Takk. Já, ok. Þeir hafa ekki gott fyrir hljóðs. Það er ekki til að stinga hérna. Hjalti, gjörðu svo vel. Oddviti. Það sem komið inn á með þessu til þess að var nefnt hérna sérstaklega með leikskólalóð við Fannbergshúsi svokallaða. Það var nú bara þá var einn leikskólastjóri að hafa ekkert á lóðinni. Þannig að þetta er náttúrulega frumkvæði þarf líka að koma það. Ég held að sveitarstjórn í raun sé ekki að svelta, hefur ekki verið að neita neinu skólum, kaupa leiktækjum að slíkt að það líka koma frá réttum aðilum. Takk fyrir. Takk fyrir það. Steindór, gjörðu svo vel. Það var svona örstuðið sem með Laugalanda, ég þáttu að vera þetta eitthvað náttúrulegt og hans í þetta nýju lóðinni en það litla sem ákominn að reyna var nú látið henda því út af heilbrigðiseftirlitinu en það hefur þetta sé svolítið til í þessu Margréti Harpa. Þetta er oft tilhneigingin þegar verið að gera miklu kröfur á sparnað þá er fyrst kannski tekið þarna, þú getur ekki spara kannski
Það er svona, þetta er einfaldast að skera niður leiktækin, þannig að allavega miðað við stöðuna, það má allavega vera trjábólur þarna plöggin á nýju lóðinu, þá virðist þau að kaupa inn á þetta eitthvað, þó að sé verið að reyna að hafa þetta líka, svo að náttúrulega ekki alltaf þetta keypta dót, sko, en það er einmitt að bara beina þessu til leikskólastjórana, það er svo virkilega kannið það meðal foreldra og barna og svona, hvað er talið þurfa og síðan verður það að leggja það fyrir okkur sveitarstjórnina og leita einmitt eftir því. Þetta heitir leikskólan og bara eitthvað leikefni. Takk fyrir. Takk Steindór. Þeir eru ekki hvatt sér hljóðs, þeir sem getur samþykkt tillöguna gefa merki. Tillagan er samþykkt samhliða. Lið 20, það er Lundur stjórnarfundur 8, fundargerð frá 31.5.2021, hún lögð fram til kynningar. Margrét Harpa, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Ég vil svolítið sæta furðu að það kom ekkert meira frá stjórn Lundar, eða okkur þykir það að sæta furðu. Það kom ekkert meira frá stjórn Lundar varðandi stofnun sjálfseignarstofnunar og eins með úrlausn þessa skulda hjá byggingarsjóði. Manni finnst þetta svona, já, því við fengum kynningu á þessu í haust og svona, já, mér finnst sérstakt að það skuli ekkert koma meira síðan, því það virtist liggja mikið á þessu í haust, en ég hef svo ekkert heyrt og virðist ekki vera tekið upp í stjórn Lundar neitt varðandi það, þannig að spurning hvort einhver hér á fundi viti meira það sem satt fundi eða sé einhverju samstarfi. Takk. Takk fyrir það. Hjalti, gjörðu svo vel. Já, ég get alveg upplýst það að það er svo vinnir að fara í gangi aftur. Hún var aðeins með sjálfseignarstofnun. Hún var aðeins búin, það var svo sem aðstoð við það. Var að losna úr öðrum störfum og nú er svo vinna að fara í gang fullum krafti. Og með byggingarsjóðinn og það er náttúrulega bara eins og kemur fram í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins hjá okkur og það er náttúrulega verið að saksa það niður. Takk fyrir það. Margrét Harpa. Já, og þá náttúrulega kannski varðandi byggingarsjóðinn einmitt sko, hvort að hafi verið leitað eftir fjármagni hjá Ásarhrepp líka í samræmi, hvort þessi komið og hreint hvort Ásarhreppu greiðir sinn hluta eða hlutfallslega hluta eða hvernig það er, hvort það hafi verið athugað og sé komið svar þaðan. Takk fyrir það. Hjalti, gjörðu svo vel. Já, ég hef ekki fengið svo sem svar við því nákvæmlega, það var ekki allavega afgreitt á þessum fundi. Takk. Margrét Harpa. Já, við ætlum að fá að bóka svona aðeins í þessu. Bara bókum hérna þessar áhyggjur okkar, eða svona vangaveltur, þannig að við megum bóka. Takk, ég ætla að senda Ágúst þetta. Já. Svona kjölfar. Og á ég les. Já. Svona. Það var komið. Sendur það á báða? Já, sendu það á báða. Já. Gjörðu svo vel, já. Fulltrúar álista lýsa yfir áhyggjum og skuldum byggingarsjóðs Lundar og hvetur stjórn til að finna lausn á þeirri stöðu. Einnig furða fulltrúar álista sig á því að hugmyndir stofnun sjálfseignarstofnunar sem kynntar voru síðastliðið haust fyrir sveitarstjórn séu ekki til umræðu í stjórn Lundar. Gott væri að stjórn Lundar upplýsi sveitarstjórn stöðu þessara mála. Og undir þetta ritum við Margrét Harpa, Steindór og Yngvi. Takk fyrir þetta. Yngvi, gjörðu svo vel. Já, ég held að það sé mjög gott að vera upplýst stöðu Lundar, okkur sem hér sitjum. Já, á endanum kemur þetta inn á okkar borð eða til þeirra sem að taka við af okkur. Þannig að við þurfum að vita aðeins hvernig hlutirnir eru. Takk fyrir. Við förum í lið 21.
Það er landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga 2021. Þar er fundargerð lögð fram til kynningar. Liður 22, fréttabréf Rangárþings ytra, kynning á verkefninu. Þetta er bara lagt fram til kynningar. Ágúst, ætlar að segja nokkur orð? Bara sem sé það kom út nýtt fréttabréf í dag eiginlega, eða í gær kannski. Og svona mín tilfinning er svo að þetta sé gagnlegt. Þetta nýtist okkur heilmikið í fréttir og þetta vekur athygli. Við svona náum að senda þetta víða og eins og við þekkjum að þá vorum við hugsuðum að þetta bara rafrænt, en síðan freistuðumst við til að prenta nokkur eintök að þessu núna og eins og kom fram á síðastu við fjölluðum þetta og það rúmast í sjálfu sér innan kynningamála flokksins þangað til næsta fréttabréf verið gefið út, þannig að við gerum ráð fyrir að það verði bara rafrænt þá og því það, ef það ætti að fara að gefa það út og það sé nú bara í örfáum eintökum og þá þurfti að gera hlýðir eitthvað meira til eða gera við eitthvað slíkt og við erum ekki með neinar tillögur það. En ég held að þetta sé gagnlegt og ég held við erum að halda þessu áfram ef við mögulega getum. Og það hefur verið, það er svo merkilegt að þó að sé nú allt sé nú rafrænt einhvern veginn og menn lesa allt á netinu að þá er þetta vel þegið kannski af ákveðnum hluta íbúa. Þetta er vel þegið líka af fyrirtækjum að fá eintak og sem getur legið fram í afgreiðslu eða kaffistofu eða eitthvað slíkt. Þannig að það kostar auðvitað, þannig að það þarf bara að stilla sig inn eftir því hvað við viljum verja í þetta miklu. Þetta er bara að vinna í rauninni og síðan er hægt að birta þetta á netinu og þess að það kosti neitt sérstaklega að ekki. Takk fyrir Ágúst. Já, takk fyrir það. Við fengum náttúrulega erindi þarna á byggðarráðsfund í mars frá markaðs- og kynningarfulltrúa þar sem var óskað eftir einmitt að fá aukið fjármagn til þess að geta gefið út fréttabréf í ár. Það væri til nú fjármagn fyrir 2 fréttabréf en það vantaði fyrir fleiri. Okkur finnst þessi fréttabréf, hún er mjög fín og þetta er bara skemmtilega fréttir margar hverjar en við teljum svona okkar hugmyndir þarna að þetta sé svolítið gamaldags að gefa þetta út á pappírsformi þrátt fyrir náttúrulega að sumir lesi þetta en lesi þetta á pappírsformi en svo náttúrulega maður hugsa sóttvarnir og þess aftar, það er nú ekki gott að láta hlutina liggja pappír sem allir eru að meðhandla. En við teljum að bæði það sveitarstjórn hefur ekki markað sér stefnu það að gefa út fréttabréf. Það er eitt að við sem sveitarstjórn höfum ekki ákveðið þetta. Við teljum að það sé vænlegra eða væri gagnlegra að vinna bara fréttir svipað við verið að gera og dæla þeim inn á heimasíðuna þannig að heimasíðan sé meira lifandi, að komi þar inn eitthvað annað heldur en auglýsingar og tilkynningar, heldur meira einmitt svona fréttir af hvað er að gerast í sveitarfélaginu og þannig að já, okkur finnst það vera nútíminn af því að við viljum gjarnan að það sé meira líf á heimasíðunum en að það sé eitthvað sem drægi fólk inn á heimasíðunum okkar. Þar eru náttúrulega ógrynni af upplýsingum sveitarfélagið og alveg hægt að gera hana það aðlaðandi að þú hugsar, já, okkur er ekki að flytja þangað. Þetta er flott sveitarfélag og það gagnast öllum. Þannig að, já, við erum með tillögu sem okkur langar að bera upp hérna að, ef ég má lesa hana eða viltu ég senda hana eða á ég lesa hana. Það var ágætt að fá hana líka upp á skjáinu. Já, skal gera það. Þá ætlum ég bara að senda hana. Svona, hún er þá farin. Gjörðu svo vel. Já, það er tillaga álista. Fulltrúar álista leggja til að útgáfu fréttabréfs verði hætt í núverandi mynd og frekar verði unnar og birta reglulega fréttir á heimasíðu sveitarfélagsins. Með því verður heimasíðan meira lifandi og áhugaverðari ásamt því að netvæðing nútímans býður upp á þann möguleika. Og undir þetta ritum við Margrét Harpa, Steindór og Ingveig.
Takk fyrir það. Það tökum stutt fundarlega. Já, við ekki bara aðeins fram. Já, það fyrirliggur tillaga frá álista og orðið laustum þá tillögu. Ágúst, gjörðu svo vel. Já, þetta er að taka eftir máls og skýra hvers vegna við höfum verið að gefa út þetta fréttabréf og það er í rauninni bara samansafn af fréttum sem að birtast á heimasíðunni, á Facebook og út um allt. En það hefur svona ákveðin slagkraft að safna þessu saman og við finnum það til dæmis þegar við sendum á aðra fjölmiðla, eða sem sé á fjölmiðla, að þá er þetta grípa menn upp eitthvað af þessu og þannig að þetta nýtist okkur mjög vel og þetta er náttúrulega bara til að kynna sveitafélagið okkar, þetta er bara ein leið til þess. Þetta er ekki einhver massív útgáfa eða eitthvað slíkt, þetta er bara sem að markas- og kynningafulltrú okkar og sveitarstjórinn, ég, höfum sem sé ákveðið að gera þetta svona til að kynna sveitafélag okkar. Við höfum verið að gera það með ýmsum hætti og þetta hefur virkað mjög vel. Þannig að ég held að sé mjög gott að halda þessu áfram. Ég hins vegar hef alveg skilning á því að ég er kjörinn fulltrúi að þá finnist mönnum kannski að ég er eðlilega oft með í einhverju sem er að gerast og með á myndum og einhverju svona og skil ég það alveg að fólki finnist það þá vera einhvers konar pólitík í því en ég er bara að koma fram fyrir hönd sveitarfélagsins okkar. Ég er fulltrúi álistans líka sem sveitarstjóri alveg eins og D-listans og ég hef verið mjög reynt að standa mig í því að gera ekki greinarmun á því og koma fram fyrir hönd sveitarstjórnarinnar allra og íbúa hér. Og ég ætla að halda því áfram meðan ég er í þessu starfi, það er bara þannig. Og ég held að við ættum að halda áfram að gefa út fréttir og það er líka bara svona hvetur okkur sjálf sem erum að vinna alla daga að gefa út fréttabréf, koma öllum fréttunum á sama tímapunkti á framfæri og það er svona gefur þessu aukinn kraft og tilgangurinn er bara að kynna sveitafélag okkar, ekkert annað. En við auðvitað förum ekki að kosta til meira heldur við bara höfum heimildir til, það er alveg á hreinu. Þannig ég legg til að við höldum þessu nú áfram og safna þessum fréttum og gefa þær út. Þannig ég er á móti þessar tillögu. Takk fyrir þetta, Ágúst. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt tillöguna gefa merki. Þeir sem eru á móti. Tillöguna hafna með 4 atkvæðum gegn 3. Margrét Harpa, gjörðu svo vel. Já, takk. Já, mér finnst þetta, já, maður er aldrei sáttur þegar tillögum manns er hafnað. En eins og þetta að vera að safna þessu saman og setja þetta upp í svona PDF-skjal sem er svolítið óbreytanlegt. Maður rekst á staðreyndavillur í þessu fréttabréfi. Ég var eiginlega, það má kannski segja, ég prívat var svolítið skúffuð þegar ég skoðaði síðasta fréttabréf í gærkvöldi. Það var bara seint í gærkvöldi sem ég kíkti á það, nýútkomin fréttabréf og þær eru taldar upp laxveiðiár í sveitarfélaginu og það er ekki minnst á Eystra-Rangá. Ég greinilega bý ekki hérna. Það er ágætt að vita það. Og það er líka, það er önnur staðreyndavilla að bygging miðjunnar hafi verið byggð 2010, að hún hafi hafist 2010 en það er náttúrulega ekki rétt. Þannig að það er kannski það líka sem er svolítið, það þarf að ritstýra svona bréfi sem er gefið út svona bókstaflega í rauninni, hvort sem það er prentað eða sett upp í PDF, en ef þetta væru lifandi fréttur á heimasíðu þá er hægt að koma með ábendingar á svona staðreyndavillum og það er hægt að lagfæra þær mjög fljótlega. Þannig að þetta er svona sérstakt, en bara takk, harma að þetta sé fellt og þannig er það bara. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Ég hveti til þess að koma öllum ábendingum áfram þannig að það væri hægt kannski að koma þessum leiðréttingum á framfæri, jafnframt. Margrét Harpa. Já, ég tel það ekkert í hlutverki mínu sem íbúa. Mér finnst þetta bara hjákátlegt að komi svona og þegar þetta er búið að gefa þetta út, þá er þetta orðið mjög endanlegt. Þannig að það sem er gefið út á pappírsformi, það þarf að ritstýra því betur og það þarf að lesa það yfir betur. En já, það er bara mín skoðun, þannig ég ætla ekki að vera einhver lögga hérna og lesa og koma með endalausar ábendingar, ég nenni því ekki. Ég hef bara margt annað að gera. Takk. Einmitt, Haraldur. Það er bara að minna á það að sko, við lestum fjölmiðla hvort sem þeir eru gefnir út af sveitarfélögum eða Morgunblaðinu eða Fréttablaðinu eða einhverjum öðrum. Það er alltaf svo að það er einhverjar vitleysu við þessu.
það bara verið ekki vera hægt að gefa út blaðurinn kannski einhverjar smá völlu fyrir það, sko. Og ef maður þekkir vel til, þá er maður alltaf aðalveg svona bara. Þannig að ég ætla bara að fyrirgefa þetta, en við bara reynum að vera vakandi og lesum allt með gagnrýnum hugarfari. Takk fyrir þetta. Og fleiri hafa ekki hvatt til Það er hljóðs. stutt. Nú, Það Steindór. má ekki rugla þess saman, sko, við séum á móti frétta hlutum. Þetta er sem sagt framsetning. Við myndum telja sem sagt að þær eru, en þetta er auðvitað svona eins og við segja, svona safna fréttum sem eru skellt út á, sem er náttúrulega getur verið til þess að sé lesin meira í stæðan fyrir alltaf daglegar fréttir, en það sem við erum að kannski meira að horfa í að sé þetta verið spennandi, þess að auka bara flettingar á heimasíðu Rangárþings Ytra og halda henni með svona lifandi og góðri, og svo komum bara fram einhverju í Facebook það að gera svona Visit Hella hafði dottið út hérna og svona, og það fær eitthvað aðra leiðir að því og svona að vera vel vakandi á því öllu, sem sagt á stöðu heimasíðu á hverju sinni og bara mjög skemmtilegt sem sagt þetta fréttabréf sjálfur sér að lesa það, sko. Það er ekki það, en bara við teldum nóg að hafa það á heimasíðunni, svo það er formið. Takk. Ágúst. Já, þetta er mér okkar bara að benda á það, hver einasta frétt sem kemur í þessu sem við köllum fréttabréf kemur á netinu. Hver einasta frétt sem er í þessu fréttabréfi fer á heimasíðun okkar sem ein frétt. Og það er all tækifæri þá til að leiðrétta ef einhverjar vitleysur eru og allavega og það. Og ég meina þetta fer allt á Facebook líka. Allt. Hver einasta Er það ekki heildarbréfið eða ekki, svo sagt? Þú tala um það, er það ekki heildarfréttabréfið er? Ágúst. Fréttabréfið kemur á netið, en hver einasta frétt líka er notuð. Það er punkturinn í þessu. Að það sem er í bréfinu er síðan notað til að séu daglega fréttir af sveitarfélaginu okkar. Skiljið, þetta nýtist okkur vikum saman, eitt fréttabréf. Sem fréttir af okkur. Allt að gerast þú. Takk fyrir það, Ágúst. Ég var bara uppspurt af því ég var einmitt að skoða þetta í tilefni af þessu, þá er ekki daglega fréttir sko á heimasíðunni. Það er svona 2-3 dagar á milli þegar maður skoða svona bara fréttirnar. En ég get að segja að það sé ekki nóg, bara af því ég hef ekkert endilega heldur að vera að gera samfréttabréfi og síðan rafræna útgáfuna. Bara svona að það sé spennandi enginn á, af því að fólk er að fara í rútínunum og það er mokkinn í sér og eitthvað svona, og að það sé kannski alltaf á okkur íbúum og kíkja þetta og skemmtilegt. En Já, þetta er mjög okkar vekja athygli á því einmitt út af því að við erum með þetta svona og setjum inn fréttir, nýtum okkur þetta helst daglega eða tveggja daga fresti stundum eftir hvað þetta er mikið efni sem við eigum. Þetta er gríðarlega mikið lesið og sérstaklega eins og efnistökin hafa verið í þessu fréttabréfi, þá sjáum við þar sérstaklega mikið mörg like og slíkt sem bendir heldur til þess að þetta sé svolítið lesið og líka bara fólk er þakklátt fyrir þetta. Til dæmis þegar við vorum að segja frá atvinnulífinu, fyrirtækjunum og það er mikið af myndum sem fylgja þessu af bara fólki að vinna við sín störf og þetta hefur vakið mikla lukku og auðvitað höldum við þessu áfram að sjálfsögðu. Þetta er okkar vinna, við eigum að gera þetta. En það snerist þetta ekki það, þess að gagnrýnin á beint á það heldur á fréttabréfið. Það var eiginlega best. Og alls ekki upp að því saman að það sé eitthvað verið að gagnrýna þessi störf eða fréttirnar. Það er bara að fréttabréfið sem slíkt sé kannski ófrá kostnaður. Þegar þeir eru verið að rýna allan kostnaðarstæðar. Og rýna það. Og lofa ég að hætta núna. Takk fyrir Steindór. Yngvi. Já, ég held að kannski ef við fórum í og greinum þetta niður, þá sé þetta spurning pappírinn. Þetta er ekki spurning fréttabréfið. Því að allar fréttir sem kom, sérstaklega ef þær eru jákvæðar, sem koma hvort heldur sem er á heimasíðuna eða Facebook eða eitthvað sem að mikið gerir nú ráð fyrir að lækin sé að koma á sko Facebook, já, jafnvel á heimasíðuna. Ég hef ekki trú að það komi mikið á pappírnum sko, en er kannski lesið og
gott með það, en það er náttúrulega bara fyrst og fremst að það sé mikil birting á rafrænum miðlunum, helst sem flestar fréttir, því meiri umfjöllun sem að það sem að gerast hjá okkur og því meiri flettingar sem á því betur augljósinu hjá okkur og það eru fleiri sem koma til þess að skoða, fleiri sem íhuga að setjast að hjá okkur og núna í framhaldi af því að við erum að taka stefnu í skólamálum, mikla uppbyggingu og annað og fréttir af svoleiðis og síðan hvernig málum framvindur í hinu og þessu svona góðum eða bara málum sem að varða uppbyggingu hjá okkur. Því meiri flettingar þegar fleiri sem að íhuga, þetta getur verið fólk, sveitarfélag að setja staði. Og við þurfum í raun og veru það sem við erum að, og okkar starf, til þess erum við hérna. Að það að horfa í það hvernig við getum byggt okkar sveitarfélag upp og auglýsta sem best fyrir fólk að flytja til okkar og vinna með okkur að gera þetta fjölbreyttara samfélag, setja fleiri stoðir undir reksturinn okkar og byggja okkur betur upp. Takk. Takk fyrir það, Yngvi. Það var ekki fleiri hvatt til hljóðs þessum lið. Það eru við lið 23. Stafrænt ráð sveitarfélaga á Suðurlandi. Það eru upplýsingar verkefnið lagðar fram til kynningar. Lið 24. Kynningafundur flokkun landbúnaðarlands. Skipulagsstofnun í samvinnu við atvinnu- og nýsköpunarráðuneyti stendur fyrir opnum kynningafundi flokkun landbúnaðarlands. Lagt fram til kynningar og lið 25 aðgerðaráætlun forvarnir meðal barna og ungmenna gegn kynferðislegu og kynbundnu ofbeldi og áreitni. Það er bréf frá forsætisráðuneyti lagt fram til kynningar. Nú að loknum yfirlestri á fundargerð og undirritun það segir sem fundi slitið. Takk ykkur fyrir. Góðan fund.